Komið sæl og verið velkomin í þáttinn stefnumót í hádegi. Ég heiti Bolli Pétur Bollason og prestur í Ásbjarnarkirkju í Hafnarfirði. En þessi þáttur samstarfsverkefni Ásbjarnarkirkju og Vídalínskirkju. Við erum hér að fjalla boðorðin 10. Í síðustu viku þá var Jóna Hrönn Bolladóttir hér og tveir siðfræðingar með henni, Bjarni Karlsson og Sólveig Anna Bóasdóttir og þau voru að fjalla boðorðin út frá sjónarhóli siðfræðinnar. En í dag þá ætlum við svona að fjalla boðorðin út frá sjónarhóli lögfræðinnar. Og gestur þáttarins Herdís Kjerúl Þorgeirsdóttir. Vertu velkomin Herdís. En þú ert doktor í lögum. Já. Og sérsvið þitt í lögum eru mannréttindi og stjórnskipun. Já. Sko þetta nú þetta vandmeðfarið efni, boðorðin 10. Og og ekkert einfalt. Þessi siðalögmál, fornu siðalögmál frá Mið-Austurlöndum, sko, þetta hefur verið kallað boðorðin 10 frá því 7. öld fyrir Krists áður en Jesús fæddist. Þannig að það eru liðin 2500 ár síðan að þetta var kallað, byrjað var að kalla boðorðin 10. En þess vegna náttúrulega eru menn að velta því fyrir sig hvort að þetta sé orðið úrelt fyrirbrigði í dag. Og úreltar siðareglur sem höfða ekkert til lífsins lengur. En þá finnst mér svolítið skemmtilegt þetta upphafi að vitna í anglikanskan predikara sem heitir J. John, sem kemur svolítið skemmtilegan vinkil svona til þess að færa boðorðin vel inn í nútímann. Og ég ætla bara að vitna beint í hann, það sem hann segir: skiptu á tjöldunum og íbúðum og húsum. Breytum hirðingja þjóðflokki í starfsmenn í jakkafötum með bindi. Eyðimörkin í Borgarstræti og þú sérð að mannlegt eðli samt við sig. Auðvitað hefur eitthvað breyst. Í stað smellana í talnagrindin komið tifið í nýjustu tölvunum. Brakandi uxakerra orðin að háþróaðri þotu, en eldur ennþá eldur og vatn ennþá vatn og mannkynið ennþá mannkyn. Bókmenntir fornaldar, biblíulegar og aðrar sanna að varðandi siðferði hefur mannkynið ekkert breyst í 4000 ár. Við höfum sömu gallana og forfeður okkar og við höfum sömu reglur. Og tilvitnun lýkur. En sko, siðalögmál, Herdís, og það talað að boðorðin 10 eigi sér svo sem ekki neina rætur í réttarkerfinu, samkvæmt niðurstöðu ritskýrenda allavega, enda getur víst engin dómari kveðið upp dóm á grundvelli boðorðanna. Þetta eru hegðunarreglur. Sko, nú svona heyrði ég þér til þess að fá svona aðeins sýn einmitt á lagabókstafinn og hvort að í rauninni boðorðin 10 séu grundvöllur að vestrænu réttarkerfi nútímans. Já, þetta mjög áhugavert. Þú hringdir í mig fyrir nokkrum dögum og baðst að taka þátt í þessu. Að þá hafði ég ekki hugsað út í boðorðin 10 nema sem einhvern afmarkaðan bálk, lagabálk eða siðabálk í biblíunni, í Gamla testamentinu. En þegar ég fór að skoða þetta og hvernig ég gæti komið með eitthvað svar út frá lögfræðinni, þú segir eigi sér ekki rætur í réttarkerfinu, að við höfum tilhneigingu til að skoða lagalegan grundvöll trúar, trúfrelsi og svo framvegis, trúfrelsi í stjórnskipun. En það áhugavert að skoða grundvöll sem sagt lagana, trúna sem grundvöll lagana. Og þannig tók ég þann pól í hæðina þegar þú talaði við mig að undirbúa mig fyrir þetta samtal okkar hérna í hádeginu að skoða þróun í stjórnskipun, þróun í mannréttindum, náttúruréttindin sem í raun og veru út frá þessum trúarlega grundvelli. Og þegar maður skoðar þetta svona að þá verður þetta mjög áhugavert og mjög lifandi og ég
Sko það alveg ljóst að þú getur sagt að boðorðin 10 eru grundvöllur laga til dæmis eins og almennra hegningarlaga bann við að deyða mann eða þjófnað, jafnvel hórdóm áður fyrr, ekki lengur en það varðaði, sem sagt það var álitið, hórdómur var glæpur, refsiverður, að þannig koma boðorðin inn í lögin, en sko boðskapurinn, hann miklu sterkari og samofnari þróunni í náttúruréttindum yfir til lögbundinna mannréttinda og í stjórnskipun heldur ég hafi sko einhvern veginn velt fyrir mér áður en ég fór að skoða þetta út frá þessum vinkli. Já, þetta sko þetta auðvitað lifandi texti eins og svo sem textin í biblíun og mótar og skapar og hérna og það auðvitað mjög hérna hollt að skoða þennan texta þannig að hann svona lifir áfram. Hann bara samofinn okkar grunngildum og svo bara spurning hvernig við lítum á sko að því við vorum bara rétt á að hérna ræða dauðarefsingu, við vorum að ræða stríð, að þetta í raun og veru sko, stríð ekki réttlætanlegt nema í sjálfsvörn. Já. Og dauðarefsinga, hún ekki lengur sko nema hún ekki lengur hún viðgengst ekki nokkru Evrópuríki nema Hvíta-Rússlandi sem fær ekki aðgang að Evrópuráðinu vegna þess að þeir eru ennþá með dauðarefsingar. Já. Og í 204 held í ríkjum Sameinuðu þjóðanna ekki lengur dauðarefsingar. Nei. Þó þær viðgangist í einhverjum ríkjum í Bandaríkjunum. En það líka mjög sko að því var að tala lifandi að gott að horfa til þess sko að svo síðar þá náttúrulega túlkar eins og Jesús Kristur sko 2000 árum síðar boðorðin á ný og þannig séð sko af því að við trúum því að Jesús sé hold eða sem sagt birting Guðs í holdi að hann sem sagt endur túlkar boðorðin og bætir náttúrulega við kærleiksboðorðinu vitnar þar meira að segja í Mósebók í fyrri hluta þess boðorðs og það svolítið áhugavert efni þar sem að Jesús að endurtúlka og eins og við vorum að tala þetta sko þá vorum að tala sko þetta hefur verið alveg frá fyrstu heimspekingum Aristóteles, Platón þeir fordæmdu þessa hluti eins og morð og þjófnað og allt þetta. Já. En síðari tíma heimspekingar að þeir vitna gjarnan til Sókratesar og Jesú í sömu mund. Og Jesú fyrir mjög mörgum sko, sem ekki endilega strangt trúaðir, Jesú bara einhver merkasti sko spámaður sem fremstur meðal allra þó þeir endilega trúi því ekki endilega hann sé kannski þeir trúi ekki endilega heilagri þrenningu. Nei. En sko það sem að því við fórum að tala hvernig áhrif þetta hefði haft þessi boðorð bara uppalega sko á miðöldum til dæmis Tómas Aquinas sem var tekinn síðar í dýrlingatölu var á 13. öld að hann talaði boðorðin sem verður svona grundvöllur að ég myndist á það við áður samfélagssáttmála í kenningum Thomasar Hobbes og John Locke að þá þetta sko þetta þjónar bara í raun og veru boðorðin 10 þau þjóna sjálfsvarðveislu mannsins. Já. Ef þetta boð að þú skalt ekki deyða mann, ef það væri ekki til staðar þá þyrfti ég stöðugt óttast líf mitt. Ef það væri ekki boðorð sem segði heiðra skaltu föður og móður, að þá væri maður jafnvel uggandi við að mannkyn myndi sko fjölga sér. Já. Og þannig að þegar Thomas Hobbes kemur til sögunar á 16. öld, að þá með kenningar samfélagssáttmálan, að þá tekur hann í raun og veru Guð og yfirfærir vald Guðs á konunginn. Þannig að þegar hann að tala þennan samfélagssáttmála þar sem lífið andstyggilegt, það innihaldslaust og það bara brútal tilvera, að þá þurfi fólk sem í eðli sínu ekki endilega gott, það valdafíkið
manneskjan valdafíkin, að þá þurfi hún að afsala sér ákveðnum hlut af sínu sjálfræði til konungsins í hlýðni. Svo kemur John Locke og hann hefur aðrar forsendur og hann lítur svo á að náttúruréttindin, manneskjan sé í raun og veru ekki svona slæm eins og Hobbes gekk út frá og að náttúruréttindin sé í raun og veru guðsgjöf. Og samfélagssáttmálinn að hann gangi út á það að tryggja ekki bara að fólk afsali sér sjálfræði heldur líka að á móti að þá komi stjórnvaldið og tryggi þegnunum sem síðar verða borgarar, tryggi þegnunum ákveðin réttindi eða borgaraleg stjórnmálaleg réttindi eins og þarna réttin til lífs í hans tíma, réttin til lífs og eignaréttin. Og það líka mjög áhugavert að skoða hans kenningar út frá svona náttúruréttarsjónarmiðum að náttúruréttindin séu sko ekki mannanna verk. Þau eitthvað sem þú fæðist með og þau eru óafsalanleg. Þú hefur þessi réttindi, rétturinn til lífs, hann er eitthvað sem miklu æðra. Hvaðan hann kemur, það enginn sem getur sagt það, en allir þessir stóru hugsuðir, að þeir trúðu því að það væri eitthvað æðra heldur en maðurinn og að þessi réttindi hefðu honum verið gefin og hann gæti ekki afsala sér þeim. En þegar þú tekur þessar trúarlegu forsendur eins og mig langar til að víkja að kannski seinna, að þá ertu komin með allt annað perspektíf eða sjónarhorn ráðandi í samskiptum manna og í samfélaginu. En þetta var til að garantera að tryggja að það væri ákveðið réttlæti til staðar í samfélaginu. Og þannig að þessir svona menn á 16. og 17. öld þegar upplýsingin að ganga í garð eins og John Milton að þeir leggja svo mikla áherslu á það að það sé að menn fái að hafa skoðanafrelsi, þeir fái að hafa hugsunarfrelsi og það sé prentfrelsi. Og til dæmis eins og Montesquieu sem einn af frumkvöðlum nútíma stjórnskipunar með þrískiptingu ríkisvaldsins. Hann leit svo á að það væru ákveðin grundvallar prinsip sem væru í hverju ríki, ef það konungdæmi að þá væri það heiður, ef það lýðveldi að þá væri það dyggð. Og þannig þetta fléttast saman við ákveðið siðferði sem svo stendur svo djúpum rótum. Og mér langar til að segja til dæmis eins og sem ég sagði oft við nemendum mína í stjórnskipun í gamla daga með Montesquieu að hann var fæddur í Kastala rétt hjá Bordeaux héraði í Frakklandi á 17. öld og faðir hans var dómari og móðir hans var mjög guðhrædd kona og hann fæðist á köldu janúarkvöldi og það betlari sem á leið framhjá kastalanum og hann kallaður inn, þessi betlari og hann gerður að guðföður þessa litla drengs. Þannig að alla framtíð muni hann muna hverjir eru hans minnstu bræður. Og þarna ákveðin innræting sem getur ekki verið af öðru en hinu góða. Þarna ákveðin heiður, það ákveðin, ég ætla ekki að segja heiður, þetta náttúrulega í samfélagi sem allt annað samfélagi heldur en við lifum í dag. En bara þetta viðhorf að fá betlaran og að minna hann á að maður sér þetta ekki í dag. Nei. Þetta nefnilega, þarna hluti af einhverju innrætingu sem gerir það verkum að þessi maður, hann allt sitt líf helgar hann þessum spurningum hver grundvöllur góðrar stjórnskipunar. Og hann, til dæmis þegar hann að skoða, hann segir að eru margir samverkandi þættir og ólíkir eftir því hvar samfélagið En í Rómaveldi til forna, að þá það spillingin sem, það ákveðin svona grunnelement og þegar eitthvað fer að, þegar verður úrkynjun eða þegar gengið gegn þessum grunnlögmálum sem ríkið á að byggja á eða samfélagið byggir á, það var lýðveldi, Rómalýðveldi, spillingin,
að þá hrynur það. Já, já. Þannig að þessi siðalögmál eru, þau eru í raun og veru, þetta eru lífsspursmál. Já, þetta eru siðalögmál, hegðunarreglur til þess að svona halda utanum líf fólks og til að hjálpa fólki að mynda samfélag og það talað í biblíuþýðingunni frá 1981 þá yfirskriftin að boðorðunum stjórnarskrá sáttmálans og upphafsboðorðið að því þú varst að tala þetta konunglega áðan og valda að það minnir á forna samninga milli stórkonungs og við lénskonunga og stórkonungurinn minnir á af hverju lénskonungurinn honum skuldbundi. En það var svolítið gott sem þú nefndir áðan þessa varðveislu sem boðorðin minna okkur á að boðorðin ekki bara einhver forræðishyggja eða leiðbeiningar. Þetta til þess að vernda líf. Það mjög mikilvægur áherslu. Algjörlega og þetta það til dæmis eins og að þú lítur á tilurð mannréttinda. Með fyrsta réttindabálknum 1600 með 89 í Englandi. Þegar það verið að steypa konungi af stóli og það þingi samþykkir lög sem styrkja þingræðið. Síðan kemur sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna 1776 og þeir höfundar sjálfstæðisyfirlýsingarinnar sem voru Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, aðalega Thomas Jefferson, miklir lögspekingar að maður einhvern veginn hefur ekki tilhneigingu til að líta á að þeir hafi verið að hugsa trúmál. En það var samt samofið þeirra þangagangi þó þeir vildu ekki gefa sig út fyrir að vera trúaðir eða trúin stýrði þeim alls ekki. Að þá samt sem áður að þá talaður í sjálfstæðisyfirlýsingunni guðlega forsjón. Og þeir trúa því að allir menn, eða þeir setja þetta þannig fram, allir menn séu fæddir jafnir og eigi rétt á sömu hlutum. Og þarna voru menn til dæmis eins og Thomas Paine sem kom mikið að þessari sjálfstæðisbaráttu Bandaríkjanna og hann skrifar 2 merkileg rit. Annað hét Common Sense, sem almenn skynsemi, og hitt Rights of Man. Og þar hann að réttlæta frönsku stjórnarbyltinguna 1789. Og hann var útlægur frá Norður-Ameríku, frá Bresku nýlendunum. Honum var ekki lengur kleift að vera þar og hann þurfti að fara aftur til Frakklands. Og hann enn þann dag í dag hann einhvern veginn ofsóttur vegna þess að fólk leit svo á að hann væri trúleysingi og hann hefði farið gegn ákveðnum grundvallargildum. En hann sagði sjálfur, ég trúi á einn Guð og ég trúi því að það sé eitthvað eftir þetta líf og ég trúi á mikilvægi réttlætis og í samskiptum manna og það sama segja þessir upphafsmenn sjálfstæðisyfirlýsingarinnar, höfundar og höfundar stjórnarskrár Bandaríkjanna að þeir voru þeir kölluðu sig ég veit ekki hvað þeir nota á íslenskum deista, að þeir tryðu á Guð en ekki á, Já, út frá rökfræðilegum forsendum. Já, algjörlega. Ekki trúarlegum. Já. En svo fer maður að skoða eins og Thomas Jefferson. Og hann hélt þræla. En hann, það líka þarna tíðarandi. Þetta allt annar tíðarandi, allt annar tími, allt önnur viðhorf. En það ekki þar með sagt að það sé afsakanlegt. En hann átti Biblíu. Og hann tók þessa Biblíu og hann klippti úr henni allt sem allan boðskap Jesú sem sýndi fram á umburðarlyndi og kærleika og allt það í boðskapnum sem menn hafa hrifist af frá aldaöðli og gerir það að verkum að Jesú ennþá svona vinsæll. Það ekki rétt hjá John Lennon að Beatlarnir séu vinsællir. Því að Jesú bara kemur við sögu hjá æðimörgum
dag hvern. Já, hann var náttúrulega alveg merkilegur sko því að hann fór sko í náttúrulega stífu samfélagi og feðraveldi og hérna bara svona stífu lagalegu umhverfi. Þá fór hann alveg út fyrir ramman og hann þorði, stóð frammi fyrir lögvitringum og farisum sem voru náttúrulega fræðimenn í lögmálinu og boðorðunum og ákvað að fara gegn til dæmis hvíldadagsboðinu sem var alveg háheilagt og læknaði á hvíldadegi sko. Og þess vegna hann í raun og veru settur á stall eða þannig tekin út í upplýsingunni vegna þess að Jesú var svo víðsýnn. Já. Hann var sko þess vegna verða menn eins og John Stuart Mill seinna og Thomas Jefferson sem tók og klippti út og bjó til nýja biblíu. Já. Sko sem hann birti hann ekki en hún kölluð Biblía Jeffersons og þar hann með allan þennan mikla og merkilega boðskap Jesú Krists. Og það þessi sko hann sagði sko við ætlum Bandaríkin eru fjölmenningarsamfélag. Og það ekki ætlunin að festa trúna í stjórnskipun þannig að það eigi að vera ein trú heldur að það sé trúfrelsi. En hann sagði við vini sína í bréfum og annars staðar og heimildum sem hafa varðveist að hann segir en kristin trú væri náttúrulega heppilegasti grundvöllurinn vegna þess að hún svo góðviljuð og kærleiksrík og hún hvetur til heiðarleika, hún hvetur til leitar að sannleika og fleiri þætti sem hann minnist á sem séu mikilvægir fyrir kristna trú, hófsemd, þakklæti, kærleika og handleiðslu Guðs. Og það kannski, sko, þegar ég held að við talað þegar við vorum talað í símanum daginn að einhvers þar í Matteus og Guðspjalli að þá kemur ungur maður til Jesú og segir, þú veist, hvað á ég að gera betur? Já. Og til að öðlast heiligt líf. Já, og Jesú segir, haltu boðorðin og hann telur þau upp, þú skalt ekki morðfremja og allt þetta. Og þá segir þessi ungi maður, ég held þetta allt. Og þá segir Jesú, ef þú vilt vera fullkomin, þá farðu og seldu eigur þínar og gef þær fátækum og fylgdu mér og þú munt eiga fjársjóð á himni. En hann sagði ef, vegna þess að hann gerði ekki kröfu að einhver væri fullkomin. Og það kannski þar sem að því maðurinn breyskur, alveg eins þú vitnaðir í þennan John Jay áðan, maðurinn breyskur, hann ekki fullkomin. Og við gerum stundum meiri kröfur til annara heldur en sjálfur okkar og við erum ekkert endilega að gefa, við erum ekkert endilega að gefa þar til svíður. Nei, við erum með þessi boðorð en við erum alltaf að brjóta þau. Endalaust. Og þá spyr maður sig sko, hver dómurinn? Og eiginlega sko helsti dómurinn okkar eigin samviska. Að það birtist þannig sé það sko. Sko við eftir við erum búin að brjóta boðorðin, þá fyrir við að velta því fyrir okkur, hvað höfum við gert, sko. Og og þá er það baráttan við samviskuna sem minnir okkur á og þegar boðorðin eru orðin úrelt og skipta engu máli og guðstrú eitthvað sem fólk fyrirverður sig fyrir, þá fljúga auðkýfingar á 1000 einkaþotum til Davos í Sviss og predika hvernig hægt að gera þetta og hitt betur leið og sko ný skýrsla Oxfam sýnir að það einhver sko, ég ekki með þessar tölur alveg sko hvort það sko þessir menn hafa orðið ríkari og það eru nokkrir ólígarkar og þetta hugtak sem komið frá Aristóteles bara fámennisstjórnina. Það eru nokkrir menn sem stjórna heiminum í dag. Auðkýfingar af sko svimandi auðkýfingar. Þeir eiga, samkvæmt þessum nýju skýrslum, að þá eiga þeir 63% af öllum nýjum auði í heiminum á móti sko 37% sem sko restin af heiminum á. Og meðan fólk sveltur og deyr
Og sjáðu bara hörmungarnar í Tyrklandi, bara myndræna hörmung þegar húsin, illa byggð húsin, hrynja og fólk liggur undir rústunum. Og Erdogan kemur og talar við fólk, en hann hann hefur höll til umráða í Ankara, sem liggur við jafn stór og Pentagon í Bandaríkjunum. Og hann geti tekið allt þetta fólk og gefið því skjól inn í þessu húsi. En eftir jarðskjálftann þá var búið að aftengja gasleiðslur svo að vegna sprengingarhættu og fólkið heldur áfram að deyja og heldur áfram að líða þarna úti í kuldanum, vetrarkuldanum í Tyrklandi. Og þegar það er búið að taka þessar siðferðilegu forsendur, þegar þetta fólk, einhver guðfræðingur, heimspekingur lýsti samviskunni sem svona örlitlu suði sem þú heyrðir einstaka sinnum í, en það er afskaplega lágt. Það er einhvers staðar bakvið. En þegar það er búið að taka trúna og það er búið að setja mammon í staðinn fyrir Guð. Af Helga. Hann er bara einhver gamall, einhver mýta, að þá erum við komin inn í annan veruleika. Þá erum við komin inn í veruleika Thomasar Hobbes. Þar sem lífið virkilega brútal og það virkilega innihaldslaust og það stutt og fátækt, innihaldslaust. Ég vil líka auðvitað, eins og við ræddum að fyrsta boðorðið svona megin boðorðið og leggur línurnar fyrir öll hin og þar höfum við þessa klausu, þú skalt ekki aðra guði hafa. Og ég hef alltaf lagt þann skilning í það að þar sé þar meðal annars maðurinn sjálfur sem gerir sig að guði. Og vill ríkja yfir og sína vald sitt og þá auðvitað stutt í hrokan og Bill Gates guð í dag. Jeff Bezos guð í dag. Þetta guðirnir. Soros, þetta bara ríku kallarnir sem eiga heiminn, þetta guðirnir. Og þá maður orðin jafn fjarlægur guði eins og maður getur orðið. Það eiginlega mesta fjarlægin sem felur það í sér þegar maður lítur á sig sem Guð. Já, að því við vorum að tala Jesú, að þá segir hann þarna, á einum stað, að elska Guð og að elska náungan. Tvíþætta kærleiksboðorðið. Eins mikið og sjálfan þig. Og svo bara skautar hann fram hjá öllum hinnum, því að ef að þú gerir þetta, ef að þú raunverulega elskar náungan, jafn mikið og sjálfan þig, að þá værum við í paradís á jörðu. Þá væri engin þörf fyrir reglur. Nei. Þá væri ekki. Og rauður þráður náttúrulega í boðskap Jesú í gegnum Nýja testamenti, nýja sáttmálan. Jesús Kristus sjálfur náttúrulega hinn nýji sáttmáli, að það mynd eftir náunganum. Og það rauninni það boðorð, það skilgreiningin og endurtúlkun hans á boðorðunum 10. Það náungakærleikurinn. Algjörlega. Og það hinn kristna siðfræði í hnotskurn, sagan miskunnsama samverjan. Akkurát. Hinn kristna siðfræði í hnotskurn. Akkurát, og grýt ekki syndukonuna. Akkurát, það þetta umburðarlyndi og kærleikur. Sem bara forsenda fyrir því að við getum haft réttlátt samfélag. Því við getum ekki búist við því að réttlæti sé þarna út í horni hjá henni Jónu Hrönn, að hún situr þarna og hún einn sjá réttlæti eða Baldvin. Þannig að við þurfum sjálf að gera þá kröfu. Þetta við þurfum að finna sjálf til ábyrgðar og þá oft spyr maður sig hvað hefði Jesús gert, Já, og það líka því að við vorum að tala auðmenn og að Jesú var að tala að það væri erfiðara fyrir þegar hann að tala unga mannin sem fór hryggur í burtu, að því hann treysti sér ekki til að selja allar, hann átti miklar eignir, eins og segir í Biblíunni, og hann treysti sér ekki til að selja þær og gefa fátækum, og það var bara skiljanlegt og Jesú skildi það.
En hann segir sko það erfiðara fyrir ríkan mann að komast í himnaríki heldur en úlvalda í gegnum nálarauga. En sko þá fer maður að horfa líka á boðorðin og það 10. boðorðið ágindina, græðgina. Og þetta líka sko, að því við vorum að tala náttúrurétt, þetta eitthvað sem kemur, sko, þetta eitthvað sem stendur svo djúpum rótum að við getum ekki rakið það, hvaðan það kemur. Þess vegna hafa menn talað þetta sem Guðs gjöf. En þá til dæmis í Kóraninum, að þar boðorð sem ekkert ósvipað, það önnur útlegging sem stendur að þú megir ekki hreyfa við arfi eða peningum eða eignum hins munaðlausa nema til að auka þær. Og þetta líka, sko þegar þetta viðhorf farið og börn framtíðar eru skuldsett í þágu einhverra fárra eða missa lífið í þágu einhverra fárra. Þú veist að þá mikil hætta búin. Boðorðið til dæmis, þú skalt ekki stela ef við erum að tala framtíðina, bara framtíð barnanna okkar. Það hefur til dæmis verið svona tekið inn í umræðan umhverfismál, sko, og loftslagsvernd og það að við þurfum að búa náttúrulega í haginn fyrir börnin okkar í framtíðinni. Þar kemur græðgin líka inn. Já, að við megum ekki stela, þannig að þau þurfa að horfa upp á erfiðleika í tengslu við umhverfið sitt í framtíðinni. Já, þar kemur græðgin inn. Já, maður þarf að sjá boðorðin svona svolítið í þessu stóra samhengi og þau tala þannig ennþá inn í okkar aðstæður. Algjörlega og inn í bara, þau hafa alltaf fylgt öllum þeim sem hafa viljað mannkynið þannig séð vel, sko, kirkjan hefur auðvitað verið misnotuð. Og það eru þeir sem margir sem þykjast eiga meira erindi í hann og hafa meirum hann að segja, sko, notana. Og það það sem, sko, hefur verið bent á og margir hafa bent á og þess vegna viljið þeir ekki verið í kirkjunni því að kirkjan hafi það voru trúarbragðastyrjaldir, það var þetta og hitt. Blóðurslóð. Já, blóðurslóð. Og bara syndaregistur þegar maður hugsar allir þessa presta sem að misnota börn í kaþólsku kirkjunni og alls konar hluti. Já, mjög alvarleg mál. Já, en það sem situr eftir hvort að fólk, hver sem hvort að manneskjan telji sig á einhvern hátt þurfa að standa ábyrgð á gjörðum sínum gagnvart Guði. Og ef hún telur sig ekki þurfa að gera það. Nú ég algjörlega hlemt trúfrelsi, teka fram. Og ég veit ekki einu sinni hversu trúið ég en ég alveg ofboðslega hrifin af Jesú Kristi. Að ef þú telur þig ekki þurfa að standa ábyrgð eða skila á gjörðum þínum gagnvart einhverju æðra, að þá fyrst í hættu. Þarna kemur til dæmis samviskan inn og Martin Luther var mjög upptekinn af henni, af samviskunni. Og einmitt og talar samviskunnar sem dómmanneskjunnar, sko. Þannig sé, sko, eða það að hún þurfi náttúrulega að takast alltaf á við samvisku sína gagnvart siðferðismálum. Og þannig að þar sko, samvisku hugtæki, grundvallar hugtæki. Já, en samviskan líka, sko, af hverju segir samviskan þessari mannesku að hún sé að gera ráð? Já. Af hverju það? Nei, ég spyr. Já, það náttúrulega, það til dæmis boðorðin 10, þau minna á það, þegar við komum aftur að þeim, sem búin að hljóma í 2500 ár. Já. Já, þannig að það hefur mikið að segja. Þannig að það í raun og veru, sko, þegar maður fer að skoða þetta, að þá þessi mannréttindi sem við höfum lögfest, sem eiga rætur að rekja til sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna 1776, sem síðan verður grundvöllur að réttindaskrá Frakka í kjölfar frönsku byltingarinnar,
sem síðan verður grundvöllur að mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 1948 og þar kona í fararbroddi sem hét Eleanor Roosevelt, eiginkona forseta Bandaríkjanna og hún var ekkert feimin við að játa það að hún væri trúuð og hún teldi að tilgangur mannréttinda meðal annars til að tryggja þau og lögfesta væri til þess að stuðla að mannhelgi og raunverulegri virðingu fyrir lífi og réttindum annarra. Já. Svo þú varst að tala ágindin áðan og það boðorð, að þá hefur það nú eins og kom fram í síðasta þætti verið og kom fram í umræðunni að þessi boðorð 9. og 10. fjallið það sama að girnast og ágindina og séu jafnvel dregin saman í eitt boðorð og þess vegna hafði boðorðunum fækkað allt í einu svona úr 10-9 en það hins vegar þannig að sko það eru tvær jafngildar hefðir í gyðingdómi sem annars vegar telja 14 en hins vegar 10 boðorð svo við séum svona að tala tölurnar sko. Og það litið svo á í gyðingdómi að trúar lögin samanstandi nú af 613 lagaákvæðum og þar af innihaldi boðorðin 14 lagaákvæði. Og það þannig að þegar kemur að fjölda boðorðana þá snýst það einkum sko skiptingu textans í boðorð. Og það að segja skilgreiningin hvað telst heyra til hverju boðorði fyrir sig sko. Þannig að, já, ég fór svona aðeins að skoða þetta eftir að þessi umræða kom fram. En hún kannski skiptir ekki öllum máli, hins vegar það að hún kveikti svona áhuga og það að góða við það. Boðorðin eru ennþá svona undirliggjandi í hjörtum fólk. Sko. Þau eru bara common sense. Já, þetta svona. Það bara það sem þau eru. Þau eru þessu, já. Almenn skynsemi og ég tel að sko þetta síðasta boðorð eða þessi síðustu 2 boðorð ágindina séu mjög mikilvæg enn í dag því að sko það líka að velta þessu fyrir sig hvað gynd það eiginlega miklu meira heldur en að langa sko. Og hver munurinn á til dæmis sko ef maður lítur á þetta í tengslu við dauðasyndirnar Já. Hverjar eru þar aftur að losti? Já, höfuðsyndirnar og græðgi Já, losti kemur fyrst og það hverjar eru þær? Það eru Já, það nú, ég svo sem ekki Nei, ég ekki með þær fyrir frammi. Nei, en þar sko gerðu munur á til dæmis losta að einhver sem vill sko eta, drekka og vera glaður og græðgi. Og þar græðgi miklu meiri synd því að þar ertu að ganga svo mikið á rétt annarra. Einhver sem situr og etur og drekkur að hann aðalega að gera sjálfum sér erfitt fyrir, þannig séð. Þannig að þetta græðgin Hobbes leit svo á að valda fíknin, að hún væri svo sterk í manninum að hún gæfi sig aldrei, ekki fyrir hann gæfi upp öndina. Nei. Já. Þetta allavega, boðorðin eru svona sterkur rammi til að byggja á og þau minna okkur náttúrulega á réttabreytni, þau minna okkur á samviskuna þegar við höfum ekki getað haldið þau og þau eru inn í öllum þessum kenningum sem ég hef verið að minnast á. Til dæmis eins og það með John Locke, að þegar hann lítur svo á að eignarrétturinn sé í raun og veru náttúruréttur, að þá samt sem áður tekur hann fram að menn þurfi ekki að eiga meira heldur en þeir noti eins og af landi. Nú einn breskur auðjöfur sem á 2% næstu af Íslandi. Hann geta notið þetta land. Þannig að þetta sko En svona lokum Herdís, myndum við þá ekki segja að boðorðin eins og þau hafa náttúrulega bara haft gríðarlega áhrif á svo margt í menningu okkar og bókmenntir og kvikmyndir og ég veit ekki hvað, myndlist og
og að þau hafa náttúrulega haft líka djúpsta áhrif á lögin og Ég réttarkerfið. myndi segja að þau væru sko í raun og veru miklu meiri undirstaða Já, heldur en menn hafa viljað vera láta. já, Því að náttúrurétturinn, fyrir mér koma mannréttindi allstæðarinn Já. og náttúruréttindin eru grundvöllur mannréttindina. Já. Og þannig að þetta er í raun og veru mannréttindin eru kærleiksréttindi. Já. Þau eru til þess að tryggja þessa samvist í okkar jarðlífi, í okkar samfélagi. Já. Að við getum lifað í friði og borið virðingu fyrir náunganum, lífi hans, tjáningafrelsi, trúfrelsi. Já. Og hinn kristna túlkun á boðorðunum er síðan náttúrulega þetta, þú skalt elska drottinn Guð þinn, öllu hjarta, huga og sálu og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og ef maður gæti það, Það er bara verkefni út af fyrir sig en Herdís. Innilega þakkir fyrir komuna í þáttinn og takk fyrir þið sem horfðuð á og hlýdduð og byggðu ykkur vel að lífa. Takk fyrir. Takk fyrir mig og takk fyrir að vekja mig til umhugsunar þetta. Já.